seinna leik þar sem Valur og Selfoss eiga vel í baráttu Íslandsmeistaratitilinn. Byrjum á að kynna lið Selfoss, þar nummer 3, fyrirliði Reynir Freyr Sveinsson. Númer 1, Jón Þórarinn Þorsteinsson. Númer 7, Einar Gunnar Gunnlaugsson. Númer 5, Elvar Elí Hallgrímsson. Númer 9, Sindri Elíasson. Númer 11, Jón Vignir Pétursson. Númer 13, Þorfinnur Lúðvíksson. Númer 14, Ísak Gústafsson. Númer 17, Hjalti Helgason. Númer 19, Ólafur Árni Andrésson. Númer 23, Nathan Jónsson. Númer 28, Hans Jörgen Ólafsson. Númer 31, Árni Ísleifsson. Númer 30, Arnar Daði Brynjarsson. Þjálfarar og starfsmenn eru Einar Guðmundsson, Helgi Hlynsson og Daniel Miðsson. Þá er það lið Vals, þá er fyrirliði númer 5, Tryggvi Garðar Jónsson. Númer 12, Benedikt Arnar Davíðsson. Númer 18, Haraldur Helgi Agnarsson. Númer 2, Dagur Máni Ingvarsson. Númer 3, Krummi Kaldal Jóhannsson. Númer 4, Hlynur Freyr Geirmundsson. Númer 8, Bárður Kjartansson. Númer 9, Kristófer Valgar Guðrúnarsson. Númer 11, Stefán Árni Arnarsson. Númer 13, Ísak Logi Einarsson. Númer 16, Breki Hrafn Valdimarsson. Númer 19, Ásgeir Theodór Jónsson. Númer 23, Dagur Fannar Möller. Númer 40, Þorvaldur Örn Þorvaldsson. Númer 77, Knútur Gauti Einarsson Brúker. Þjálfarar og starfsmenn eru sérfræðingurinn Arnar Daði Arnarsson, Agnes Mári Jónsson, Daniel Freyr Andrésson og Bárður Kjartansson. Dómarar leiksins í kvöld eru þeir Bjarni Viggósson og Jón Karl Björnsson. Eftirlitsmaður Ingvar Guðjónsson. Til að tryggja heiðarlegan leik gagnvart öllum þátttakendum leiksins, leikmönnum, dómurum og starfsmönnum og með handboltaíþróttina í huga viljum við biðja ykkur áhorfendur góðir að styðja ykkar lið með háttvísi í huga og sýna jákvætt hugarfar gagnvart öllum þáttakendum sem og öðrum áhorfendum. Takk fyrir.
Jújú, við erum mættir á ný. En ekki hvað? Það sjálfsögðu. Það er Valur Selfoss í fjórða flokki karla eldri. Grímur Thomsen er mættur á mækinn. Þetta verður tærskemmtun. Fyrsta skot leiksins. Leikmaður númer 16, Breki Hrafn Valdimarsson. Og það er varið af vörninni og fór í súginn. Við erum að tala að Valur var deildar og bikarmeistarar. Slógu Selfoss. Lið Selfoss út í 8 liða úrslitum í bikarnum og unnu báða deildarleikina gegn þeim. Selfoss var í öðru sæti deild. Vann Selfoss 2 í 8 liða og Víkingi undanúrslitum. Valur vann Aftureldingu og svo Hauka í undanúrslitum. Fyrsta mark leiksins, Selfoss 1-0. Jón Vignir Pétursson með markið. Við erum að tala að leikmaður númer 5, Tryggvi Garðar Jónsson er hér í vinstri skiptunni. Knútur Gauti Eymarsson Krúger í hægri skiptunni. Á miðjunni er leikmaður númer 16. Breki Hrafn Valdimarsson sem sækir hérna og fær auka kast. Í vinstra horninu er Krummi Kaldal Jóhansson að ég held. Númerið er eitthvað væskislegt á bolnum, þannig að við teljum það að vera rétt svona með við. Já, alvöru sleggja. Tryggvi Garðar Jónsson með alvöru sleggju. 1-0. Selfossliðið kemur hérna. Gólskot framhjá. Nei, það er hot. Það var Elvar Eli Hallgrímsson sem átti þetta skot. Í hægra hotinu er Ísak Logi Einarsson. Í hægri skiptunni erum við með það er Þorfinnur Lúðvíksson í hægra hotinu. Ísak Gústafsson hérna í hægri skiptunni. Hér er hann. Sendir hann yfir á vinstra megin og tekur svo gömlu góðu skotfinduna og sækir vítakast. Jón Vignir Pétursson er hann á miðjunni á númer 11. Vinstra megin númer 3 er Reynir Freyr Sveinsson. Bjarni Viggorsson, stórdómari, sagði eitthvað við Ísak, ég veit ekki hvað það var. Enda er hann ekki mækaður í dag. En hann er tannaður. Minn maður, heyrðu það er framhjá. Reynir, minn maður. Freyr Sveinsson. Sett hann framhjá. Breki Hrafn með gólskot, það er varið. Þetta var ekki gott. Nei, heyrðu það er bara farið á fullu gasi. Og það er að Reynir Freyr. Það er gult spjald á loft. Þetta hafi verið hann Tryggvi Garðar Jónsson. Jæja, hvað gera Selfyssingarnir? Það er Kairó í uppstiklingu eins og oft er með hotnalöpi frá hægri samliða. Það væri hægt að kalla þetta Kairó 1. Og hann heldur inni, hann fer aftur út með hotnamaðurinn, hægri hotnamaðurinn. Ísak Gústafsson með ágæti sendingu en hún var bara ekki ágætt, hún var bara slöpp. Þegar Valsararnir komast inn í hana. Hérna er einn með ekkert númer á bakinu. Hvernig á ég þá að vita hver hann er, hef ekki hugmyndu það. Ég myndi mæla með því að menn væru með númer á bakinu þegar væru að spila handbolta. Sérstaklega þegar menn eru allan ekki í ótni það effektir að menn viti hver hann er. Það skiptir ekki öllu máli og það var Valdimarsson, fintan hér, ágætis finta, mjög góð, en framhjá var það, Ísak og 11, hvað var það aftur? 11 og Jón Vignir, já, Ísak,
á gamla góða hoppa, dribbla áfram. Það Vít og 2, Breki, skal ég segja þér. Hvað heitir hann meira en Breki? Breki Hrafn. 2 mínútna refsing. Reynir Freyr, bang, mark, 2-1. Númer 3, Reynir Freyr Sveinsson. Og ég er að reyna að sjá hvað línumaðurinn heitir. Að finna að komast að þessu, ég ætla að reyna að komast að þessu. Hann heitir Dagur Fannar Möller. Ég er með góða aðstofamann hérna. Það þekki alla. Möllernars dag. Og Knútur, nei hvað, já, Knútur Gauti. Skoti slá. Númer 1, Jón Þórarinn Þorsteinsson. Knútur Gauti Eymarsson Krúger. Það segir sig sjálft að hann er sonur Eymars Krúger sem spilaði með Fylki meðal annars hér árum áður. Öflugur leikmaður með sterka einfalda fintu, vinstri hægri fintu. Þarna var hóndamaðurinn greinilega út af vellinum þegar hann annarkot fær boltan eða nýti sér svæði utan vallar til þess að ná þessu góða stöðu. Jón Karl Björnsson, vinstri hóndamaður í Haugum og Fylki í gamla daga. Hann þekkir þetta. Knútur og leikmann númer 13, það er Ísak Logi, já, fyrir árás. Kemur boltanum á okkar mann númer 23, Dag Fannar. En það er aukakast. Já, Ísak Logi og Knútur og hann Tryggvi fyrir undan þær. Víti, já. Tryggvi fór í árás á Ísak Gústafsson. Og hann tekur víti sjálfur. Boltinn er eitthvað að veflast þarna aðrar áttir. Eitt feik og eitt svona hálffeik og mark. Hann er komið með 2 mörk. Jæja, Selfoss. Ísak í árás. Skotamark. Hann fagnar þessu, hann veifar til sinna manna í stúkunni. Jón Vignir skiptir út af í vörninni. Breki Hrafn og Tryggvi. Það er 2 hægri. Stuðullinn leysir, kemur aftur út. Knútur. X hægri kallar þjálfari Valsara. Það er þá Hodna Júki hægri og bara beint á tvistinn. Þetta, ég er hrifinn á svona árásum. Árás er beint á tvista. Bomba bara yfir þá. Það þarf ekki alltaf að reyna að finta þessa gæja. Það er líka bara þetta bomba yfir þá. Ef þú ert stór og mætir litlum, bombaði yfir hann. Dauðafæri. Já, þeir leysa inn og klippa svo inn hérna. Hann númer 3, vinn okkar Reyni. Og Reynir kemur aftur, klippir, nei, Ísak, Reynir. Og skot frá Jóni yfir markið. Reykjana. Og Knútur í árás. Tryggvi, Breki, Knútur.
X hægri, það Hornajóki. Knútur sendir á hornamannin og færir sig yfir á miðina og meðan Tryggvi færir sig yfir hægra megin. Það gerist núna. Svo kemur hann í árás. Missir boltan reyndar, kemur hann þá hvað gera þeir í framhaldinu? Breki Hrafn kemur inn í ágætis hreyfingu, sendir boltan yfir á Tryggva hinum megin, hann fer utanvert en fín vörn hjá Hans Jörgen Ólafssoni. Knútur kemur með ágætis sendingu en þetta fríkast. Og Knútur sækir Tryggva hann upp í loftið og upp í fjær. Gott mark. Tryggvi heldur áfram að skora. Reynir, Jón og Ísak hérna fyrir utan. Ísak. Já, virkilega snótur. Breki Hrafn í árás. Þetta 2 mínútur. Nei, þetta ekki 2 mínútur. Þetta bara fríkast. Breki kemur í utanverða fintuna, klippir inn Tryggva sem fer í driblið og Knútur með skot beint á markið og það var hann Reynir náði frákastinu. Þetta rosalega mikil óöfni. Selfoss-stúkan var ekki sérstaklega hrifinn. Einar Guðmundsson brosir, jafnvel hlær og hristir höfuðið. Ég veit það ekki, þetta bara stundum næmt átt og stundum ekki. Ég treysti þessum mönnum fullkomlega enda færi menn. Já! Breki Hrafn Valdimarsson, þetta var alvöru klína. Það var svo kallar hálf uppstök og undirhanda snutta í fjærskeitin. Sjónvarpsmark. Það getur downloada leiknum af YouTube og klippt þetta. Skellti svo Instagram. Já, kemur Jón, lendir í einhverju smá basli hérna. Ísak, feikið, hann mikið í skotfeikinu, það gerir það vel. Markmaður á hann. Selfissingar eru með alvöru bassatrommu í stúkunni. Jæja, það fer eitthvað að fara í gang. Það ekkert að gerast og það Löfgren. Já, þetta gekk ekki upp. Þetta var einhvers konar ólegghreyfing þar sem að miðjumaðurinn dregur breytt, gefur tilbaka á skiptunum sem kom á fullu gasi og leysir svo inn eftir það. Nú fáum við bara hotnalöf mennilegt. Kemur Tryggvi, vinnur með línumanninum, ætlar hann að fara upp í skoti og bara poppa á það. Nei, hann setur hann yfir á Breka og hann blokkaður. Blokkun í góðum geðaflokki. Breki aftur, missir boltan og Reynir keyrir upp. Hvað gerir Reynir? Hann missir líka boltan. Hans Jörgen boltanum af og Ísak róar. Jón mætir á svæðið. Það stillir hann upp í. Það fá hornalaupir inn. Ísak og Jón með flotta sendingu inn á línuna á Elvar
Eli Hallgrímsson gerir þetta vel. Tryggvi og það er innleysing frá hægra horni. Breki sendir hann yfir á hvern? Ísak Loga Einarsson, leikmaður númer 13. Nú erum við með 2 línumenn. Ísak, hann er í vandræðum með senderinn. Dæmir hann víti, hann dæmir ekkert. Ísak, þeir eru unnufærri af því að hann liggur valsarinn eftir. Já, og nú stoppar hann. Það var hann Krummi Kaldal Jóhannsson sem að vildi fá vítakast en fékk ekki neitt. Hvað ætlar að Valsar að bjóða okkur upp á? Krummi hleypur inn. Já, góð vörn hjá Reyni. Brýtur á Tryggva. Tryggvi fer aftur, vinnur með línumanninum. Já, Ísak og Breki með skotið við markið. Staðan 5-5. Ísak kemur inn á fullu gassi. Og Hans Jörgen klippir Ísak inn. Boltinn yfir á Reyni með snotra sendingu. Þetta, já, hann held ég viðurkennir mistök sín. Bjarni Vigósson, ekki maður margra mistaka. Já, þá fáum við hornarhlaupið aftur sama og áðan. Gólskott, bæng, Jón Vignir. Númer 11, Jón Vignir Pétursson. Ísak, Breki, Tryggvi, Breki. Fríkast. Breki fyrir utanvert. Og menn hafa greinilega séð þess að finna áður. Þeir leysa hana. Júki vinstri, kalla þjálfarinn. Tryggvi kemur. Hann er farið að skerma hann út. Á! Vel gert. Knútur Gauti með gott skot úr erfiðri stöðu. Það var fast. Það er oft betra að kasta fast frekar en laust. Skilar góðum árangri. Það gerir Jón. Hann leysir hann vinnur okkar Þorfinnur inn á línu. Reynir og Jón aftur gólskott. Númer 11, Jón Vignir Pétursson. Jón Vignir Pétursson með eitru gólskott. Þetta er búið til í Vallaskóla. Hornarhlaup, Knútur, Breki, Tryggvi, vel varið og langt kast. Jón Þórarinn Þorsteinsson. Jón Þórarinn með góða vörslu en sendingin á Þorfinn gekk ekki upp. Slök sending eða slatt grip, ég veit ekki hvort tekja mögulega. Krummi, Breki, Knútur,
Krummi leysir inn. Já, Knútur kemst þarna á blinduliðina. En þeir ná að leysa þetta. Jón Karl Björnsson lyftir upp gulspjaldi og bendir á hann Ólaf Áka. Knútur, það var snirtilega gert en sendingin gekk ekki og þeir keyra upp. Og óheppinn þarna rennur en boltinn heldur áfram en þeir taka ekki færið. Ísak. Jón stýrir trafikkinni og það gamla góða, nei, það hornaukahreyfing og gólskot varið, fyrsta vörn, svo markmanni. Tryggvi kemur á fullu gassi. Hvað gerir hann? Vinstri, hægri. Þetta var ruðningur, já, þetta var ekki til útflutnings. Jón Karl Björnsson var með þetta á beinu. Þetta afbera dómari. Eins og allir dómara sem hafa verið í dag. Ísak, klipping, Reynir, virkilega snótur sending á línuna, gekk ekki, skot í stöng. Breki Hrafn, utanverk, með þess að ég vissi þetta. Selfoss leiðir með einu marki. Valur tekur leikhlé. Jæja. Breki, Tryggvi, Breki. Fer í árás, hætti við. Tryggvi, Knútur. Tryggvi, Breki. Kemur í góða árás þarna. Já, skemmtileg sending á línuna en Jón Þórarinn ver frá degi úr dauðafæri. Og spennir hvort að Selfoss komist í. Og Selfoss komist í 2 mörk. Nei, það er framhjá Ísak Gústafsson með skot framhjá markinu. Já, þetta var alvöru vörn. Þar Reynir með góða vinnslu. Hann skipti við Jón. Spila Kæró. Ísak kemur hann tilbaka og ætlar svo að fara í árásina. Nei, gerir það ekki. Reynir, Ísak. Já, þetta er eitthvað taktlaust. Það fer utanvert og finnur hornið.
Alveg bærilegt færi, en Númer 18, Haraldur Helgi Agnarsson. Haraldur Helgi sem er komin í markið er með hann er kannski búinn að vera í markið allan tíman. Við erum farin að rugla hérna, hann allan að vera glæsilega. Það er fínt. Knútur. Tryggvi. Og Breki kemur á ferðinni og lætur vaða. Virkilega vel gert. Númer 16, Breki Karl Valdimarsson. Ísak. Heppinn að fá ekki rauning þarna. Jón. Enn eitt gólfskotið frá Jóni. 7-8 er staðan. Selfoss í vil. Breki. Knútur með skot fram með markinu. Já, hann fagnar í markinu. Jón Þórarinn Þorsteinsson. Það er alltaf mikilvægt að fagna vel. Jón Karl Björnsson gefur bekknum Arnari Daða líklega guldspjald. Eitthvað verið sagt hana. Og innhlaupið. Ísak. Jón. Skiptir hana við Reyni. Ísak aftur, Reynir. Reynir aftur að klína boltanum inn fyrir, þetta var fyrirsjónlegt, menn voru búin að lesa þetta. Breki kemur og Tryggvi og Knútur. Tryggvi, Breki, skiptir við Tryggva. Já, dæmi sóknarbrot á Dag og tíminn er liðinn. Fríkast frá, það er bara leikhlé, hálfleikur. 7-8, kaffi. Jæja krakkar, við erum að klára þetta. Síðasti hálfleikur dagsins framundan. Róbert Geir Gíslason, framkvæmdastjóri HSÍ, kom færandi Dominos pizzum og Coca-Cola frá Vílfelli. Ekkert Coke Zero, bara alvöru Coke. Rauða kókið. Ef maður er að drekka gos á annað borð, þá drekkur maður alvöru gos. Það er bara þannig. 7-8, það er spenna í þessu. Það er bara sama gengi hérna á Selfyssingum. Reynir. Nei, Hans Jörgen er komin í sóknuna núna. Já, hann sækir. Ísak sækir Reyni. Hann lendi bara á lifandi vegg. Tryggva. Og fekk nýja í læri eða eitthvað slíkt. Þannig að kvinga sér en Gler harður samt, hann ætlar ekki að láta þetta stoppa sig. Eins og ég sagt áður, maður fer ekki út af í úrslitaleik nema að sé opið beinbrot. Ísak sækir og skorar ekki. Stöngin út. Hann var nákvæmlega 7 cm frá markið þarna. Valur fer fram völlinn.
Heimar, nei, þetta er sonur hans Heimars, Knútur. Hann er búinn að taka hárbandi af sér. Dagur kemur út. Knútur, það er Kairó með innlaupi á móti. Eins og þið séð svo oft hér í dag. Tryggvi. Það er gaman að sjá svona tröllaskittur. Það er fegur í því, þetta eru skref. Nei. Þetta var bara mark. Ísak skorar. Einar segir að ég fara í hendina á. Þetta er ekki ruðningur. Þeir eru ekkert að dæma sóknarbrot hérna núna. Þeir eru bara með þetta á hreinu, á tæru. Breki og Tryggvi. Og Knútur. Aftur Kairó, aftur með hlaupamóti frá hægri horni. Þetta er vinsælsta kerfi dagsins. Breki upp, skot og mark. 9-9. Hans, Reynir, Ísak. Er þetta ekki alveg örugglega Hans? Hans Jörgen Ólafsson, það er rétt mér. Og Reynir Freyr og Ísak. Hvað bjóðum við upp á? Það er stöðuskipti. Og Ísak reynir að djöfla sér hann í gegn. Það var einhvern veginn aldrei líklegt. Lendir á bakinu. Svo kallar bakflæði. Nei. Þetta var djók. Þetta var vondubrandari. Höldum bara áfram. Reynir. Hans Jörgen. Hann er með mertanból. Það er alltaf gott þegar menn er með mertabóli. Það er Kairó. Hans kemur á krafti. Reynir og nú kemur Hans í árás. Skot. Það er varið að vördinni. Og svo að markmanninum. Tryggvi. Breiða fótur. Já, þetta er fótur. Heyrðu, það er bara krampi. Nei, hvað er? Það er Reynir Freyr. Liggur eftir. Ég veit ekki alveg hvað gerðist. Hann skiptir. Og inn á kemur. Engin annar en það er góð spurning. Á miðjuna er mættur engin annar en Jón sjálfur. Hans og yfir á, nei, hann klippir Ísak yfir á Jón og gólskotið. Jón gólskott kallaður. Hann er mjög góð gólskott. En hann verið þessi skipti. Og það er Kringla á hægra horninu. Snoturt mark frá Stefáni Árna Arnarsyni. Tíu Val í vil. Það er sama kerfi á Valur. Kairó með innleysingu á móti. Hans Jörgen með erfitt færi en nær hörku skoti í slána. Já, fín vörn hjá Selfoss liðinu. Jón Þórarinn markvörður Selfoss hvetur sína menn til dáða. Mikilvægt að markmenn láti sér heyra. Kairó með innlaup á móti. En svo vanalega. Boltinn er komið svo yfir á móti hjá Breka. Með fínt fær. Ég ætla svo sem ekki að setja mig í neitt dómarasæti en á mínu sjónarhorni þá krækta hann í hann, en það er ekki víst að það sé rétt sjónarhorn. Það getur vel verið að hann hafi farið fyrir hann eða gripið í hann eða hvað sem er.
Víti er það á 2 mínútur. Tryggvi skorar 11-9. Ísak skot í stöng. Já, á þokkalega spilað í yfirtölunni en vel varið á Jóni í markinu. Hvað gera þeir að gera glas? Já, það er hálf eitthvað klaufanlegt eitthvað, en nú kemur ógnun frá Breka, svo Tryggvi, hann fer bara upp og hamrar, já. Ef þú ert tæpið 2 metrar og menn ætla að liggja eitthvað á 6 metrum og bara hoppar yfir það og skorar upp, eins og Tryggvi gerir þannig. Reynir komin aftur inn á. Og hann Þorfinnur kemur inn, Ísak og gólskot. Jón Vignir, þessi eitruðu gólskot. Jón Vignir Pétursson með gott gólskot, enn eitt. Hann er búinn að klikka einu gólskoti og skora 3-4. Stefán Árni, hann fór ekki aftur inn, hann klúðraði síðast, hann vildi ekki taka hann núna. Og aukakast. Tólf 10, Val í vil. Það er Kairó og innlöp á móti frá honum, vinum mínum, honum Stefáni. Já, og kemur Tryggvi, lendir í smá basli, Hrútur, Tryggvi, yfir á Breka, hann eiginlega verður bara að fara að skjóta, gerir það, en hann fer framhjá. Þeir vilja fá hotkast, Arnar Daði er alveg brjálaður, og það er mark og 2 mínútur, það segir sig sjálft. Já. Ingvar, eftirlitsdómari, segir Arnari Daða að þegja. Arnar Daði hlýðir. Ingvar hefur öllu meiri þolinmæði á ritaraborðinu en Guðjón Ell, sem hefði nú hent í 2 mínútur þarna og haft gaman að því. Enda harðjaxl. Það verður að hafa litrú í þessu, menn eru með mismunandi. Það er mismunandi línustundum, hvað menn leyfa og þola á tuði. Það má ekki vera of mikið á tuð, það er leiðilegt. Tólfellu. Já, Breki kemur sér í gott, eða erfitt færi, en skorar. Frábært mark. Þeir keyrir bakið, Ísak á fullu gassi, stendur á hornið, þetta er líka gott mark. Þetta er hann, Þorfinnur Lúðvíksson. Skemmtilegu trommuslátturinn í stúkunni. Þetta er beint úr bílskúrsbandinu. Breki kemur með hann yfir og fríkast. Knútur hefði viljað fá víti, Selfyssingarnir hefði viljað fá bara ekkert dæmt. En það er fríkast. Knútur. Ísak Logi. Tapar en næstuð í boltanum en tapar hann ekki. Já, Dagur. Dæmdu brotlegur, ruðningur. Þetta var
Hann veitt hann í gildru. Og enn eitt gólskotið frá Jóni Vigni. Hann komið 6 mörk og ég nokkuð viss að þau séu að minnstakosti 5, jafnvel öll 6 með gólskotum. Ég kallaði hann Jón Gólskot hérna á hann. Ég held að það sé ágætis, jafnvel bara Jón Gólf. Það er léttara, það er styttra. Það er hrikalega gott vopn að hafa, alvöru gólskot. Föst og hnitmiðuð. Það gerir Knútur. Yfir að breka á Tryggva, hann er kominn hérna inn. Og þeir ætla ekkert út í hann. Ef þú ferð ekki út í gæja sem er höfðina hærri þú, þá skorar hann yfir þig. Algjörlega ótrúlegt. Já, Jón og Reynir og Ísak. Það er hornalaupið. Og Gekk hérna ágætis högg frá Breka. Hann, Jón Vignir. Þeir halda inn í 2 línumönnum. Nei, hann kemur tilbaka, hann Arnar Daði Brynjarsson. Ísak og fara vinna fyrir Ísak núna í seinna leik og eiga 2 skot í stöng. Þetta var eitthvað skringileg sending. Veit ekki hvort hún hafi farið í einhvern vansara. Á minnstakosti fipaðist Reynir. Sama kerfið aftur. Kæró með innleysingum móti. Breki kemur vel á ferðinni, en þetta er vel varið hjá Jóni. Og alveg raflöf. En hann, Þorfinnur Lúðvíksson, fer illa með gott færi úr raflöfinu. Ef við geta jafna leikinn hana. Við erum að tala um að það eru 13 mínútur eftir að leiknum og staðan er 14-13. Sama kerfi. Kæró innlýsingum móti. Breki kemur á ferðinni, en hann fær ekki boltan. Jú, nei, boltin kemur yfir. Tryggva. Þetta er tvígrip, en við dæmaði ekki. Krummi skorar. Já, Einar sá það. Hann greip hann en mista hann í gólfið. Og fór svo að dribbla eftir það, en dómarinn sá það ekki. Þetta var erfitt að sjá þetta líka. Frábærlega spilað og hann sækir í vítið. Vassarandi vilja fríkast. Ég veit það ekki. Dómarinn dæma víti. Stýtt sér líklega leið í varnarleiknum. Og Reynir með glerhart víti. 15-14. DJ-in í þessum leik, Jóhannes Runnarsson, er að fara á kostum með góða þýskar poppulöður. Og svo að gerast bestar. Við elskum þýska tónlist. Taktfasta og góða þýska tónlist. Þetta var skot framhjá. Uppstöks undirhandarskot í varnarmann og aftur fyrir endamörk. Það er hotkast samkvæmt reglum. Hvað gera þeir núna? Hvað gera þeir? Tryggvi. Á! Þetta var öflugt undirhandarskot, komið 9 mörk, sett hann í nærhornið. Vel spilað. Þeir minnka aftur muninn og það er hann Arnar Daði Brynjarsson með gott skot, gott mark. 16-15
og 11 mínútur til leiksloka. 11 mínútur. Og það Olegs kerfi hérna einhvers konar sem að skila sér svo í sendingu til Knúts sem að skorar eftir góða gabbreifingu. Knútur búinn að gera fína hluti í þessu leik. Arnar Daði kemur inn eins og áður. Þetta var ekki gott skotval frá Ísak. Fór upp í loftið en átti einhverjinn sá aldrei marki fyrir höndum varnarmanns. Mark hér hjá Val. Kemur þeim í gríðarlega sterka stöðu. Nú færa þeir. Hvað gera þeir? Knútur fer bara í árás. Það er fyrir kast. Já, það þarf að þurrka. Þess ber að geta þess að þetta er 7. leikurinn og það eru 10 mínútur eftir og þetta er í fyrsta skipti sem það þarf að þurrka. Sá sem var á kústinum, hann er farin heim greinilega. Þannig að Helgi Hlynsson, hann gerði þetta bara sjálfur. Já, misjafnu sending. Þessi sending er líka mjög skrítin. En það skila sér samt einhvern veginn í marki. Það var hann, Þorfinnur, minka munni 1 mark. Þetta var eiginlega ótrúlegt að þetta við enda með marki. Breki, hvað gerir hann fyrir árás og bara beint í skot. Þetta var, hann hafði skorað, það var flott. En að þegar klikkaði þá var þetta óskynsamlegt. Upp úr þurru, hægra megin, réttendur, fyrirsjáanlegt. En svona er þetta. Það þurfa stundum að taka sér þess að þessu. Jón, Ísak upp, klippir, Reyni og gólskot, slóinn. Þetta var nú ekki langt úr að þau verið inni. En Bjarni Vigfússon er með Arnar augu. Þetta var bara 70% inni, það er ekki nóg, það þarf að vera allar inni. Knútur, Breki og Tryggvi. Það kemur innleysing frá honum Stefáni. Breki fyrir utan verk, eða... Já. Það frikast. Breki. Knútur, nú kemur hann og þrusar á markið. Nei, hann þrusar ekkert á markið. Grummi í hóndinu og nú hérna kemur skotið. Þetta var fótur, já. Já, ok. Já. Það er stundum erfitt að sjá þetta þegar hann fer í einhverju löpp. Mér sýndist að hann fara í Valslöpp, en hann hefur væntanlega farið í Selfosslöpp. Hann fór allan ekki í Böttalöpp. Það er þá 1 mark. Hendurinn kominn, 1 sending. 2, 3, 4. Alvöru undir handan negla í klofið. Þetta var erfitt færi, en fast var það. Tryggvi, hvað er hann komið með? Allavega 10 mörk, að minnstakosti. Hann er að fara að taka MVP byggarinn ef að Valsmenn sigla þessu heim. Ísak. Já, skemmtileg hreyfing. Það er gaman að sjá hvað þeir eru með álíka hreyfingar. Ísak Gústafsson og Arnór Óskarsson sem spila hérna í 3. flokkunum áðan hjá Val. Svipaðar hreyfingar, báðir örfættir. Breki. Já,
Það Hornajúki framundan, sýnist mér, á látbragði. Nei. Já. Ekkert á þetta, já, bara fríkast. Tryggvi. Breki. Hendi fyrir að detta núna. Það var ekki góð ákvörðun þarna hjá Tryggva. Hrikalega dýrkeypt þeir fá markið í bakið. Já, víti. Já. Já. Breki 2 mínútur. Valsmenn ósáttir. Bjarni viss í sinni sök. Reynir Freyr fer á 7 metra línuna. Skoraði gott mark í síðasta víti. 1 feik eins og síðast og svo mark. 18 og hvorki meira né minna en nákvæmlega 6 mínútur eftir. Valsmenn þurfa mark núna. Tryggvi sækir, kemur boltanum á Ísak. Knútur, Ísak. Tryggvi, Ísak. Já, þetta var nöru skynsamlegt. Aðeins að vinna í nokkra sekúndur. Tryggvi kappa boltanum aftur. Þetta dýrt. Þetta dýrt. 2 tapaði boltar hjá besta manni vallarins hingað til. Núna, það kannski þreytan að fara að segja til sín. 2 mörk í bakið. 18-19. Tryggvi, Ísak. Stefán leysir á móti. Eftir kemur Hornajúkar-hreyfingin. Fríkast. Gríðarlegt álag búið að vera á Tryggva í þessum leik. Margar árásir. Hvað gerir Knútur? Hann fer í 1-1 hérna og skorar. Hann að gera þetta vel. Það ekkert, þeir að bakka á hann og þá skorar hann bara. Það verður að fara út og brjóta. Ísak Gústafs og gott skot. Hans Jörgen með uppstokk. Þetta samt skot sem að Bergsveinn Bergsveinsson hefði viljað að markmaðurinn myndi taka. En þetta var nákvæmt og fast, þannig það ekki auðvelt. (19:20) Breki. Knútur. Það Kæró framundan með innlýsingu móti. Þeir fara í save playið, þeir þekkja þetta, þeir hafa gert þetta 100 sinnum áður, 1.000.000 sinnum. Selfoss reynir að fiska rauðningin hann, nærði ekki, bara fríkast dæmt. Þeir fara í sama kerfi, enn og aftur. Þeir eru Tryggvi fær, hann fær flugbraut en hann klúrar. Stefán tekur ekki færið. Og enn og aftur, nei, það kemur einhvers konar fæsla. Hendin lítur að koma upp, já. En eitt gólskoti, nei, það núna framhjá. Og Selfoss allt í einu komið í bílstjórasætið. Mark hérna. Kemur Selfissingum í gríðarlega sterka stöðu. Arnar Daði kemur inn, eins og oft áður. Svo kemur enn eitt gólskotið. Við erum að tala það að Jón Vignir Pétursson að eiga stórleik.
Hann besti maðurinn í svo Selfossliði í dag í þessu leik. Það alveg deginum ljósara. Og Breki kemur á boltan upp. Á fína sendingu. Já. Sama Selfissingarnir eru bara jálaðir. Þeir telja að hann sé að sækja snertinguna en að snertingin sé ekki, það sé þá sóknarmaður sem býtir snertinguna, segja Selfissingarnir. Dómararnir eru vissir í sinni sök. Tryggvi með mark og víti, kom með 11 mörk. 1 mark eiga Selfissingarnir og það eru 95 sekúndur eftir. Spennan á pöllunum er þrúandi. Ísak, Reynir, Jón, Ísak. Yfirhanda 15, hann fer í gegn. Á, þetta fríkast. Ég held að það sé óumdeilanlegt. Þeir liggja hérna tveir í valnum, Ísak og hann hérna vinnur okkar, hann Dagur, línu buffið, tveir hraustir drengir, Agnar Smári Jónsson er í fölbleikum skóm, tjekkar á honum, komst ekki í lagi, jú, hann er í lagi segir hann. Og 15 eftir. Það kemur hornalöp frá hægri og hann fer í sína yfirhandafintu Ísak Gústafsson og hann er langa leiðina að tryggja Íslandsmeistaratitilinn til Selfoss. Virkilega snoturt mark, við verðum að segja það. Leiklega Tryggvi var að finna Dag í dauðafæri en leiklega spjaldið var komið á borðið þannig að það er leiklega. Hvað gera Valsmenn? Þeir hafa 56 sekúndur. Þeir þurfa mark á fyrstu 15 sekúndunum, 20 sekúndunum. Annað er vonlítið. Selfissingar eru staðnir upp. Þeir eru að tryllast úr spenningi. Klappa, stappa, hrópa og kalla. Það er komið að fara að brosa í annað. Titillinn er í augsýn. Sjáum hvað setur. Dagur tekur. Þeir fara í innleysingu og Breki og Tryggvi og hann skorar. Krummi skorar. Markmaðurinn er slasaður. Og hann þarf að skipta. Þetta var eins og ég talaði þeir þurftu mark á fyrstu 15-20 sekúndunum og það gekk eftir. 36 sekúndur er meir en nóg til þess að skora þó þú sért ekki með boltan. En það þarf að skipta markvörð. Einar Gunnar Gunnlaugsson kemur. Jón Þórarinn hefur snúið sig á ökla og hoppar á öðru fæti út af. Þetta lítur ekkert sérstaklega vel út. Þeir eru komnir í maður og mann. Selfoss þarf að sækja á markið og þeir skora. Reynir
Reynir skorar. Já, og þeir skora á móti. Þetta ekki verið að flýta þér. Já. Þetta ekki búið. Nú ég alveg hættur að skilja uppni niður í þessu. Ég alveg hættur að skilja uppni niður í þessu. Og það bara, titillinn að fara á Selfoss. Arnar Daði brjálaður. Já. Veit ekki yfir hverju, væntanlega yfir einhverju. Já. Eðlilega maður brjálaður þegar maður tapar og fær rautt spjald. Þetta var svaðalegur leikur. Við látum myndirnar tala sér máli. Verið bless. Þá komið að tilkynna mann leiksins. Maður leiksins númer 11, Jón Vignir Pétursson. Næst vil ég biðja silfurlið Vals að koma upp á pall. Klöppum einn fyrir Val. Við biðja liðin að koma í myndatöku hjá olíuskiltinu. Þá komið að Íslandsmeisturunum bjóða lið Selfoss upp á pall.
Byggameistarar í fjórða flokki karla 2019 er Selfoss.